Verið velkomin í hjamma.net á laugadegi, á fótbolta.net, á Action á YouTube og út allt. Búli Smiti að mætti 6 í morgun til að stilla upp þessi tveir. Já, maður þurfti að hringja nokkur sinnum og vekja þessa í morgun. Nei, bara ekki rétt. Það ekki rétt. Ég var stífur í morgun. Það ekki? Já. Varstu í gær eitthvað? Nei. Bara fekk mér aðeins á gamlós, ekkert alvarlegt en ég var stífur. Já. Það er bara... Það er kallt. Og málega það kuldin Það fer illa í mig helvítis kuldi. Hann fer hræðilega í mig, sko. Þannig ég er alveg bara... Við erum eins í að þú verður svona South America og svona gauður. Það er spökkað, þetta er bara að henda mér upp í flugvél á morgun bara hreinlega og fara í eitthvað sól, sko. Gerist það með aldrinum að kuldin fer í beinin? Í alveg hnén og alveg bakið. Það gerist með aldrinum og allt þetta, sko. Hörðu, er það eitthvað að grínast með chatti? Það er bara strax byrjað. Við vorum að mæta. Dýrka þessa góður. Þetta er svakað. Ég ætla að minna á það, chattið hennu aftur. Við ætlum að gefa, ég hef sagt, nokkur 100 eurur. Já. Það er bara þannig. Þó að jólinn sé búin, þá erum við ekkert að gefa. Það er bara þannig. En einhverju kannski taka eftir því, það vantar einn mann. Hvað er að gerast hérna? Nei, þetta er ekki hægt. Nei, þetta er of mikil forfull og sérstaklega út af því að hann náttúrulega var ekki heldur síðast og þá var hann afsakaður erlendis. Jú. Og Nú er hann ekki erlendis. Þegar maður fær frí fyrir að fara erlendis að þá tekur maður ekki frí. Nei, til að detti í það. Nei, þú hringið ekki veikan á mánudegi og hringið svo aftur næsta mánudag veikan líka, sko. Já, einmitt. Þá ertu trúlega reikin. Tjatti skeitur hennar fast er naflinn fastur og rauðu ljósi að má eða segja það. Já. Hann er bara í einhverju hamstra hjóli. Hann er alltaf fullur. Ég líka get ekki byrjað að drekla hann 12. Hann hefði mér ég gefa hann leið að fá sér eitt kartan. Já, ég skuttlar og allt, sko. Ekkert vandur. Þetta er svona og það verður tekin stóri fundurinn eftir helgi með þetta. Já. Ég er hann að fara starfsmálamálin, það verður tekin. Hvernig verður starfsmálafundur? Ég hef ekki verið búður en starfsmálafundur hingað til. Síðan er náttúrulega FA-kaupum næstu helgi. Já. Þannig að við verðum vantilega ekki næstu helgi ekki nema ákvæm verið í vikunni og það er umfyrir í vikunni. En fyrir vikunni 3. dag en þannig að við erum væntanlega ekki næstu helgi þannig að þetta er orðið helviti margar helgar sem hann er off strákurinn við miður já, lítur að vera gaman að vera ungur og geta leikið sér það er rétt, að fyrsti leikur byrjar á 3. daginn já, svo er fullt að leikja miðvikudag og eitthvað og Leo Prassen á 5. Heyrðu, þetta er rosalegt en FA Cup við getum nú kannski verið með eitthvað special eða eitthvað svona séðilega eitthvað fyrir FA-kupin sem ég er búin að stúdira alveg þessa þriðju ég gæti heiti hjammi-kup líka eitthvað segir mér að þú sér ég elska hana byggar ef að Tottenham myndi að gera meira fyrir það Tottenham myndi vinna FA-kup heldur en Premier League þetta var náttúrulega Tottenham byggar Tottenham var alltaf með í sín tíma við vorum ungir hann man ekki þetta FA-kup er náttúrulega barn síns tíma og það er orðið mjög súr keppni í dag. Jú, hún er það. Stráka, förum í baráttunum brauð. Það var mikið að rauðum tölum í baráttunum brauð. Þetta er rosalega. Hvað gerðist þeir? Byrjum á Bullis. Þeir fara í jafntefli Arsenal Aston Villa. Það var ekki tæft. Nei. Förum í Bollan. Það var með Liverpool. Já. Það hefði bara átt að detta. Ég ætla bara að vera safe. Naflinn og með City. Nei, það átt að vera safe. Ég var með Tottenham sem átt að vera safe. Mike er á Brentford sem áttu alls ekki að vera safe ég svo talaði að fara í jafntefli það fari ekki bara í jafntefli svo var eitt sem var með Sörens helvita og er fólk ekki að spura sig hvað Sörens er að gera hana varst þú ekki með það Mike, menn að senda á þig Sörens er náttúrulega vendari þáttarins ég veit hann er Óla er svona, hann er höfuðið en svo er vendarinn nei maður svona spyrir sig eftir þessa síðust umferð hvort að það sé ekki komin tíma á það við erum með píluna að ná nýjársdag og það mun alltaf verða þannig og hún er vinsæl í Bretlandi og verður alltaf vinsæll það er bara þannig og það er spurning hvort að það er ekki að gefa þessum strákum frí á nýjársdag þú sást það vera að spila þetta voru hræðilegi leikir allir 4 eiginlega og ekki það að Tottenham-leikirnir eru nú flesti þannig en það voru nú fleiri leið að spila heldur en þeir eins og þetta hefur verið og málega það, svo var bara stemningin engin menn voru bara þunnir og svo er bara verið að horfa á píluna held ég mikið þarna sko og þetta er ég myndi, ef þeir horfa er ekki hérna eitthvað
Jú, jú. í FA hérna Jú, jú. á Þeir eru að horfa á hérna í hemma.net Þú er hægt að þýða allt í dag með bara Já, ég segi það þannig að maður veit ég veit að hvort vera ég að geti þýtt alla vittlusn upp á mér en því það er svona meiri hlutan að þessu en já, að bara sleppa þessu nýjástarsleikjum því að þetta var ekki ensku úrvarsdeildinu til útflutnings þessi Það nýjástar var umöðulegt. Herði, förum í bara þannig brauð Ég er einu sem er rauður, þetta er nú eitthvað mjög sérstætt er þetta ekki eitthvað rámt eða? Þetta Það er held ég ekki. svakalt að falli niður 10 evrur maður En sjáu, þetta breytist náttúrulega ekkert mikið nema Sör er svona Hann er svona komið sér inn í Hann er þetta að koma sér inn í þetta En hann er samt bara neðstur Hann er Hann er alveg róa okkur 7-1 á Newcastle Já, ég er með Liverpool, ég bara trú ekki að Liverpool vinni þannig ég er með hæsta stöðulinn Þú sást það, ég er bara leið og þið klikka þá bara, það er engi sénsar, þá fer ég bara í næsta Ég er bara komin yfir á Það er Aston svo Villa gaman að sjá ykkur sko, þið klikki flestir Já. og það er ekki fræðilegur þetta ekki séns Nei, það er þess að 1.93 Æ, ég- Það er nú alveg stuðull Bullis reyndar, þú veist ég og Bullis erum útivelli Býtu Mike, þú ert með Liverpool Þú Já, ert með- útivelli Já, en Þeir þú ert geta bara að ekki ná neitt. sami stuðull og ég er með sko. Ég er með hæsta stöðulinn Já, en ég er rétt undir Bolli fyrir Aston Villa Já, heimaðalli, Forrest er vinna það Naflin og Sörin báði með Newcastle Það var náttúrulega gaman að fá bara jættibli þar Faraði báðið niður Já, Eða tap. við vonum það Nú, Krista já. Palas bara vinni Nú, ég held að það mætti ekki vera með saman Já, það má alveg Það getur alveg gerst, en það er bara ekki gerst Það er bara alltaf leið Þannig að við reynum að hafa ekki Kemur með tóttina mútið Söndiland, hann ætla aldrei að fara þetta Nei, en ég er alls ekkit viss um mig hann mitt bara, ég vil bara segja að þegar englandsmeistararnir mæta til leiks þá bara finnst mér alltaf gott að fá 2 í stuðul Já, það er Jú, það jú. á móti liði sem að Jú, jú. en það er náttúrulega En á erfiðum út Ég er samt búin að vera núna bara með þetta Liverpoolið ég var bara þeir rúlla yfir lýts Ég var Nei, bara það ég Ég held held einmitt Ég bara þetta var Nei, bara 3-4-0 það var bara Nei, veist nei, ég var alveg pottit úr því að þetta er því mjög erfiður leikur Já, ég var bara ekki Ég er búin að útskýra fyrir ykkur af Jú, hverju jú, Hvernig geta þeir unni leik núna 3-4-0 með þessa Það er bara sóknarlínu? ekki Nei, séns. rétt. Ekki Það er bara sens Maður sá það alveg Ég skýrt held bara að þetta myndi einhvern veginn smetla Þeir eru bara ekki með leikmenn liða Nei Ekki að staðin núna Þetta er geggjað spjalli stráka það er á fullu hérna Herðu. og við ætlum að gefa nokkur 100 eurur eftir býtu Er hjammi sprengikall eða passa hann upp á dýrin? Já, ég var Ég gaman að vita sprengikall, ég- Er það ekki? Já, 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 já. Ertu, kaupir kökur eða ertu meira raketum maður? Ég fer alltaf í raketarar Já, Setar í flösku sem ég er búin að búa til já og teipa á jörðina og búa til svona statíf sem ég gerði Já, ég gerði það úr rauðuslöskum þetta árið Já. Það var einu Nei, svo ég til hjá blanda aldrei mér áfengi Ég blanda aldrei áfengi saman við flugall Nei, Það er bara nei. þannig Ég er nú bara þannig gerður Einmitt. Villa, bounce back í hátteginu Við förum mín að leika eftir smá Ég er smá stressaði fyrir hönd Villa í þessu leik Er það? Ég er ekkert viss um þetta verði eitthvað walkover Nei, alls ekki Ég held Sammála ekki því. En við ætlum að byrja á Brentford Sunderland Það er fyrsti Brighton Burnley Nú, já, við ætlum að byrja á Brentford Burnley Brentford Sunderland Nei, herru, fyrir ekki, það er í næstu viku Ég var að skoða Herru, þetta er eins og eitt vinnur okkar Það var helviti gott Daniel Már sendi inn á grúpuna Svaka þennan leik. Já, svaka bett eitthvað Og svo var allir að skoða þetta eitthvað Svo var eitthvað leikur lengst Það var þessi, Brighton Burnley Það er komið að hann Ég vona að þetta sé á lífi Ég vona að þetta sé á lífi Hann er löngu döður sem segil sko, en hann ætti kannski alltaf sig við pókerinn svo meistari en hérna, nei, hann er toppmaðurinn það er hérna þú mátt alveg setja leiki hjá mig sem er ekki á sama degi Já, sko. já, ég er á eitt tal Hann ætlaði ekki að gera það Nei, hann bara Herru, Orri hérna, ég veit ekki Orri Rapp Hvað, ég var að lesa Þetta er þetta alvöru sko Alveg kveðja frá Orra Ég veit ekki Orri er Maður tekur hattinn og Er þetta bara eitthvað pilla? Þetta er Orri sendir sko Já. Sæll Hjálmar, vil það fyrst og fremst þakka þér fyrir að vera frábær manneski að þú og Tómas Franka eða samilegt. Mike, einnig ekkit eðlilega hugulur í dag, líkt og aðra dag. Bolli, hann er bara bolli. Þú veist, hvað er að gerast þér? Eru menn búin að gleyma því að ég fekk stígvélið hennar á síðasta degi ársins? Jesus, tók Bolli trillik þegar ekki tekið hetti varnaskall var 8 marki? Já. En það var Sorry, það var lélegt. Ógeðslega létt. Hver? Ekkert Ekkert það er bergaði Já, í og akkur drullar það sér ekki niður? Hann er alltaf... Brighton Burnley, strákar. Brighton Burnley. Eins og einhver sagði, lát sem þetta ganga. Hvernig líst ykkur á þetta? Byrjum á Mækaron. Já, hvað fara ekki á ykkar plan í dag og ég ætla að reyna að vera faglegur í dag Ok. Ég er búin að detta svolítið ykkar plan og allt og mikið búið að klikka en nú ætla ég að reyna að vera faglegur og ég held bara að þetta sé því miður, þetta virkar góður stuðull þetta virkar mjög lágur stuðull á Brighton 1.48 sem hann er, því Brighton er ekki búið að vinna leik heilengi, en ég heldur vinnið hennan og ég segi það út að nú er Welbeckin komin inn aftur hann skorur í síðasta leik, leikar enda víti en þetta er bara leikur til að vinna og þetta börnleilið
það bara vantar eitthvað og ég held að Brighton vinna þetta. Já, enda 1.48 Já, það er mér satt lélugur stuðull. Já, mjög. Ég ætla að segja, er þetta ekki bara svolítið hárstull? Nei. Því þetta Burnley getur ekki En neitt. hvenær vann Brighton síðast leik? Það er örugglega Þeir tveir eru í mánuðir vesinni. eða eitthvað. Þeir eru í vesinni. Það verður til að fá 1.60 þannig. Þeir eru í vesinni. Þannig að ég meina En Brighton hlýtur að vinna úti sigur á Burnley 7-20, þú veist, það er ekki átt sem Brighton spila leik og Brighton liðið vann á síðast móti. leik 30. nóvember. Ég veit það. Og málið það er ekki átt sem að Brighton spila leik og þú fær stuðuln og liðið á móti Brighton á 7-20, sko. Nei, Nei. það er endur alveg rétt. En ég held að það grísa sig ekki það mikið að þeir vinni ekki þennan lík. Menn eru svolítið á því í spjallinu að Welbeck skori. Já, ég er eiginlega pottitur og Welbeck skori. Já. Hann skora eiginlega bara alltaf hann stígur hann á völlin. Bolli, hvernig sér þú þetta? Þetta er 3-1 held ég, Brighton. Easy. 3-1 hjá Brighton. Já, þægilegt. Já. Byrja nýja ári sterkt, þetta er fínt lið sko. Já, ég held að þetta verður ekkit erfitt fyrir Brighton, ég held að verður 2-0 eða eitthvað. Strákar, ef við höfum í næsta leik þá eitt sem er mikilvægt og það er hjammin. Þetta hafa nú menn verið að taka genið tíðina og við erum þarna konur í 13, við konum tekjast það að tölu aftur. Klikkuðum og illili í síðust umferð minnum mig. Já, það var erfið umferð. Þetta var ógeðslega erfið umferð. Já, leðileg. Þú ert aftur komin í Ég er komin aftur í City Chelsea. Nei. 1,5 mark í fyrri hálfleik. Nýr þjálfari á Chelsea, City skorar ekki á móti Sunderland, hlustiði bara vel. Skoraði ekki á móti Sunderland, vel pirraðir. Nýr þjálfari á Chelsea, svona allt í rugli. Þetta er einhver unglinga þjálfari sem er að taka hennar leik. City skorar 2 mörk í fyrri hálfleik í þessu leik. Verður 2-0 yfir? Já, ég held Jafnvel 2-1? Já, ég held að verði 3 mörk í fyrri hálfleik. Ég vildi ekki fara yfir 2,5. Nei. En já, ég held bara að City komið mjög grimmir í þennan leik. Og Chelsea hálfsóðandi. Þú kemur það pek, ég kemur Brighton yfir 0,5 mörk í fyrir áleik. Já, ég held að þetta eftir líka. Bournemouth, Arsenal, bæðilið skora, já. Ég með það. Það er alltaf að vera græst. Ég held að Bournemouth komast yfir í þessu leik. Ég held að verði... Já, þetta er alveg ágætt. Stemningsleikur sko. Ég er náttúrulega líka eini sem klikkaði hjá henni síðast. Og svo er hann naflin... Hann er eðlugur þetta. Hann er með yfir 1,5 mörk Tottenham. Ég held að það sé alveg klart. Á móti Sunderland? Já, það er alveg klart. Þetta er ekki leikur sem við erum frá að tapa. Nei, Þeir eru tvörsalega búnir á því Sunderland. Þeir eru með engan hóp, allir í Afríkukefni. Nú er þeir bara gjörsalega búnir á því. Þeir eru bara búin að vera mjög flottir liði hjá mótir Afríkukefni. Þetta gengur ekki til lengdar sko. Það er ekki svo Tottenham. Við varum að fara yfir það í þættinu þungaðettin í gær. Sóknarmenni á Tottenham. Þessu Odebert vinnuðin, hann er með 1 mark. Kóla Muani, hann er með 0 mark. Við erum að tala 90 á leiki búin. Þú er líka að sjá aðeins mínútuna sem við erum búin að fá. Já, þetta er sóknarmenn liðsins. Þarna Brennan Johnson seldu til Crystal Palace, besti maður þeir í fyrra. Hvað gerist það? Já, það er bara þvæla. Hvað annar sóknarmaður er þarna? Það eru með Richarlison. Já, sem hefur staðið sér vel. Hann er líka besti maður. En fyrir utan hann, er einhver maður með meir en 1 eða 2 mörk? Hvar er hann? Og svo er þinn maður Kútosinn með 2 mörk. Þetta er ótrúlega, þetta er sóknarlega það sko. Ég held ég myndi fá sýningu frá Kútos sem átti brett. Já, ég veit það. Það fekk sýningu í honum í fyrstu umferð og það er ekki komið sýning síðan. Nei, það er rétt. Ætli þessi lélegasta sóknarlega í deildir. Það getur verið. Allan að bítlausasta. Strákar, ég held að við förum í næsta leik og við förum að rauna yfir Tottenham. Þetta er ótrúlega sem er alltaf að vera að rauna yfir Tottenham. Nei, en þetta er ótrúlega leikur. Ég ætla að trúa á minn mann Callum McFarlane til að taka City. Pep veit ekkert hvernig hann fara að koma sér út í. Já, hann er Chelsea menn að tala. Já. Birgir, kannastu veist eitthvað, þekkir eitthvað deila á sem Callum McFarlane? Er þetta fjölskyldufæðir? Nei, ekki neitt og ég vil ekki sjá hann áld þessu liði. Nú? Það lítur vel út kallinn, hann er ekki dórsvipaður eitthvað sem. Og lítur helviti vel út, já. Svona fallegur? Já. Svona öðruvísi. Aðeins öðruvísi, ekki svo flestir. Enzo Fernandes skorar fær guld sitt í Chelsea. Já, maður sjá mynda þessum kongi. Kíkjum aðeins á hann, sjáum hann aðeins áður við dæmum. Þessi? Já, hann er glæsilegur. Já, maður sjá. Ha? Það er alveg eins og því. Þetta er eitt á okkur. One of our own. It's one of our own. Ég segi smá hárkollu og hjemma og hann geti verið á hliðlínu þarna á morgun. Hjammi væri þetta drullu vígalög. Þessi gæi er ekki að fara að vinna Pep Guardiola. Nei. Maður veit aldrei. Það var rosalegt samt að það tækir síðan 1-2 Pep hætti ekki bara með City, hann tapar þessu leik. Það þá bara myndist bakka niður. En það er svolítið, þú kallar þetta líka þarna þegar þú kallar þetta Nottingham Forest Tottenham. Þú segir að Sean Dyche myndi aldrei tapa fyrir Thomas Frank. Það er oft þannig. Það vegur svolítið þungt þetta svona. Ég held að byrjunliðin sé komin hjá Aston Villa og Nottingham Forest. Verðum við ekki að kíkja á það, strákar?
Aston Villa, Nottingham Forest, byrjunliðin eru komin og við ætlum að henda í eitt, ekki komin, rugli mér. Jú, þeir eru komin inn á, þetta svo skrítið, þetta er nefnilega á símanum, eru komin á undan. Tökum eitt leik fyrst. Tökum bara hennar stórleik hana. Þetta er eitt áhugaverðasti leikur umferðan. Þetta er pjúrista leikur eins og Jammi segir. Hérna verðum maður í dag, þetta er ekki Doxon, það er á morgun. Já. Og líka maður bara rólegur í sofanum. Finnst það nú skynsaleg ákvörðun að sleppa Doxon í dag yfir Úlfarnir, Vestham og Brighton Burnley. Ég verði með svona teppi yfir mér. Hita teppi. Ekki alla leið. Ég held mögulega í sögu Doxon hefði enginn hort í dag sko. Þetta er nú bara þannig til ekki, sorry sko. En á morgun, margir leikir á saman tíma ekki. Það er allt annað, það er miklu Förum við auðvitað bolli og byrjar á þessu leik. Hvað ert að sjá Wolves taka sem fyrsta sigur? Já, þú veist, ef einhvern tímann þá er það þessi, sko. Það er bara, þegar þetta vestarlið getur saman ekki neitt, sorry Tómi Steindór, sko. Já. En þetta er, þú veist, það er engin leið að spá fyrir þennan, sko. Ætla þetta endi ekki bara jafntefli, bæði lið illa sett alveg típist X-leikur. Fyrir bæði lið, sko. Ríkalegt. Ætli ég seti ekki 20 € á það að þetta fari Ég hefði átt að setja þennan í hérna barátunum brauðið jafntefli. Ég bara fatta það ekki. Það hefur verið sterkt. Ég er að segja ykkur að halda allir að Úlfarnir taki fyrsta sigur. Já, menn voru bara að setja núna inn á spjallið. Minna aftur á spjallið, lifandi, 100 € að detti inn eftir smástund. Já, ég held að Úlfarnir vinni þetta bara ekki. Þú veist, það horfa allir í þetta Liverpool, Arsenal, Manchester United dæmi hjá þeim. Allt á útivelli, stóðið þeim öllum. Þú veist, tapa 2-1 Arsenal, 2-1 Liverpool og 1-1 United og voru óöfnir að tapa þér í Liverpool og sérstaklega Arsenal. Og ég meina, hefðu getað stólið sem átti United. Átt að vinna United. United getur reyndar ekki raskat, sko. En samt hefur útivelli. En svo þegar þeir farið í þessa leiki, þá haldar ég, þeir gera svo frábæra hluti að útivellum og þessum, þeir farið í þessa leiki. Slaka á. Ég síðast voru heimaðið til móti Brighton eða eitthvað 0-2. Eða einhverju liðið þarna. Kristap, ég man í hvað liða var. Og hérna hvað var það? Það var bara þar síðasta leik. Já, það er rétt. Og því ég held þetta verið bara svipað. Ég held að Úlfarnir vinna ekki hennar leik. Ég held að þeir ráðu bara ekki svona leiki. Já, það var Brentford. Brentford einmitt. Og ég held að Vestham bara þeir náðu aðeins að loka stíplunni með því að hérna Það er miklu meiri trú hjá Vestham heldur nokkuð tíman hjá Wolves. Já, og líka Vestham náðu eins og ég segja aðeins að loka á sárið, eins og maður segir síðasta leikan á jafnteflið þarna. Ég var að segja samt alveg sér að Wolves eins og þau spilaðu á móti United, ég veit að United geti ekki það, en það er samt rosalega svona, það er rosalega barátt í þeim. Með það, þeir ættu bara að vera þetta ætti bara að vera þú þekkir þetta þeir bara ætla sér ekki að tapa. Þú þekkir þetta bara úr Árbænum í gamla daga, það þýðir ekki að gefast upp. Nei, það er svolítið ég lifið á Árbæðaskóla sem er náttúrulega mjög stórt, það er lítið talað um það. Varstu í Árbæðaskólanum? Já, ég var í Árbæðaskóla. Ég þekki marga sem voru með þér í Árbæðaskóla. Já. Þetta er ekki fallið um hann. Jú, það er ekkert. Fólk talar um að það hafi verið svolítið gorgerið þér. Já, það var kjaftur á mér, ég skal viðurkenna það var kjaftur, ég hef alltaf verið með kjaft. Strand Larsen er farin, segja menn. Getur það er ekki komin eitt staðfest um það, eða? Það held ég ekki. Nei, en það er einmitt verið að tala eitthvað um það verið orðan við, Vestham, meðan hans. Já. Sáuðu leikmuna sem Vestham keypti. Það er stórkostlegt dæmi. Traoré? Nei, þeir keyptu 2 leikmenn núna og þetta er eins og bara sami gaurinn með sikkura klippinguna. Ég hef aldrei séð svona. Þeir eru með sömu tattoo og allt saman. Það er ekki komið tíma að Bolli tækja alveg sömu klippingun og þú. Bolli er alveg að fara að detti í það. Það er löngudóttinni. Orða þess að ská hérna. Kemur þetta ykkur hörust og átt það? Hvað? Frá mælgarunum. Ég er með sömu klippinguna. Er ég ekki með sömu klippingu? Nei, þú ert eitthvað hárið þarna. Nei, það? Ég sé það ekki. Nei, það er rosalegt að sjá þessa mynd. Ég hef ekki lækað hana helvít session inn á X-inu. En það er sem sagt, Vestham var að kaupa 2 gaura, þeir eru bara nákvæmlega eins, þetta er bara magnað. Ok, og svo þeir að skoða Traoré, ég held að hann var hættur í fótbolta. Adama. En málega með hennar Strand Larsen, hann hefur bara ekki getað raskat múlunum í vetur, ekki neitt. Og þeir eru að vilja 40 milljónir punda fyrir hann, ekki að fara að borga það, sko. Nei. Strákar, en við erum að nóma þennan leik, en ég held að þessi leiku fari í jafntefli. Jafntefli, við erum saman á það. Strákar, Aston Villa, Nottingham Forest, byrjunliðin, kíkjum á byrjunliðin, Aston Villa, Nottingham Forest, þetta er eitthvað nýtt í þessu, sjáu eitthvað að skjáin hann? Ég sé ekki þetta. Watkins, Rodgers, McGinn, Buendía, Kamara. Tílemans, já, þetta er bara besta liðið. Þeir vinna. Kass og Kamara koma inn eftir leipan. Kongur í Lindelof, heldur sæti sinu. Igor Jesus, Gibbs White, Hutchinson, Anderson. Já, er þetta ekki bara... Þetta er bara, ég held að Aston Villa bara komið tilbaka eftir slaka leika mot Arsenal
og bara, þú veist, frekar slaka leiki undanfarið en hafa verið að taka allt og mörg stig eins og sem farið yfir áður og mér finnst þetta svona leikurinn Aston Villa ætla bara að koma sér í gang aftur og 100%. sjáðu bekkinn í Aston Villa eða farið niður þú veist, þeir eru með Lukas Digne hann byrjaði á móti Íslandi þetta með franska landsliðinu Já. á Laugardalsvellinum Já. þeir eru með, náttúrulega Donny Malen þeir eru með Kongin Sancho Kongin Sancho. og Gaman að geta sett hann inn. En hvað þvílík svo sorga góða saga þetta er hörku en þessi Harvey Elliot þvílík sorga saga sem Það er rosa. út af því að sko ég er náttúrulega hef fylgst með þessum hann geða var dreng lengi veikur, hann er ekkit veikur sko. Nei, hann er bara veikur á hausnum örglega þetta er rosalegt Þetta er fýll leikmaður spilaði miklu meira með meistarliði Liverpool en gerir Aston Villa Þetta er mjög sérstætt Strákar, ég ætla að biðja ykkur um að henda 100 evrum á Orra sem kom með þessa fallegu kveði Ég er ekkert saman á því sem er heldur betur líka búin að gera góða hluti í góðgera Já, það er fallegt að hann þarf að rífa sig upp gagvart mér Já, hann er ekki bollamör Nei, það er ljótt Herðu, sko þetta er 3-1 fyrir Villa Já, þú heldur það Já. En getum við séð Olli eitthvað Watkins 2 og hann er fun heitur ætlar sér við enska landsliðin í sumar og Rodgers með 1 Djöðlega Rodgers, skemmtilegur þetta er náttúrulega bara þeir eru að spila sig, verða að spila sig inn í Þeir landslið vinna easy inn í landslið, þeir eru náttúrulega báður í landsliðinu Ég segi bara 1.93. Þetta er geggjaður stuður. Watkins alveg garantið að vera í hópnum í landsliðinu Já, og allt, Watkins Já, ég held að Tommy Tíkall tækja hann alltaf sem ég held að hann sé sendur nummer 2 sko Heldur það ekki? Þótt að Dominic Calvert-Lewin sé að skora Nei, það er spurning með hann Welbeck þeir menna að tala um hann getur dottið að þinn Já, svo ertu Með með Bowen Ivan líka. Tóni kongin hann var að setja 2 í sáti í gær Tóni fyrir aldrei Það sem ég myndi vilja sjá Ivan Tóni kom í Manchester United núna í janúar Já, Tottenham vildi fá hann Já, Ivan Tóni er hörkuleik Já, hann líka svona að ruddi í honum og ég held að hann gæti alveg farið í United eða Tottenham eða eitthvað í glugganum, hann vill fara En hvernig útskýrið samt að Villa sem er 1.93 í Þetta er þriðja sæti geggjað dæmi Er það ekki helviti hátt? Jú, ég set á þetta Það menna að segja að þetta er nýjáskjöf frá Þetta er nýjáskjöf Þetta er gransagildran Enda fór ég þetta í barátunum bröði og var snjall þar Fórst ég þetta? 1.93 Þetta hann hefur verið að hugsa þetta núna Já, ég held að hann ætti að vinna það og ég meina, þetta er bara must win fyrir Aston Villa ef þið fara að tapa þessum leik þá held ég að þetta gæti orðið mjög hratt hrun sko. Strákar, loka leikurinn Herðu, já, gerum við eftir Var ég ekki með bland í póka? Nei, ég var ekki með bland í póka Ég var með þann klóka Þið hafi verið döðu druknir í gegn Nei, kíkjum aðeins á þann Ég gerði það ekki heldur Nei, ég veit ekki hvað gerist þar Hérna, sá klóki, sjáu þetta Þessi er helviti góður Þarna förum við yfir Brighton skorinn fyrir áleik eins og við talaðum á hann Sjáu þetta, yfir 1,5 mark í Aston Villa Ég held að Aston Villa komi bara blazing out Þeir koma blazing out Ég hrættu við þetta Yfir 1,5 Bournemouth spjöld Er það ekki bara miðaðilegt Þeir verða að verja þarna 1-0 Ég er sammála því. Og svo yfir 1,5 West Ham spjöld Þess að West Ham náttúrulega má ekki fá Þeir verða brjálaðir í þessu leik Ég sé þetta nema náttúrulega hæsti stuðlun það verður stórt spurningamark Þetta verður búið í hátteginu Það verður bara þannig eins og margir aðri sagði í haur En þetta er svo Oft í fyrra hálfleik líka gaman að byrja að laugardaginn þannig að kortir yfir 1 þá er þetta byrjunum búin Menn geta eldan klóka Ég er alltaf talað um eins og laugardag þeir eru erfiðustu dagarnir Það er eina með laugardaginn núna samt Það er engin svona championship eða neitt í þú veist Nei Það er bara þessi Ég leikur hef ekki sett á það í mörg ár fyrir en ég byrjaði að vinna aðeins með þér hérna núna sko og ég held sér ekki ennþá segið stóttin á mér Jú, þú fyrst Ipswich þarna að gjöf frá mér Ég setti það ekki Hæ? Ég setti það Nei, ég er reynd að gefa það Þá fyrir við í strákar næsta leik og það er loka leikurinn það er það ekki stóra leikurinn í dag? Vorum á það sem? Já, hann er í dag Þetta er risa leikur Stóra leikurinn Þetta er geggjaða leikur Hlakka til að horfa á. Þú er bara undirbúið að vinna þarna þessi leikur Það er rétt reyndar Já, heyrðu, þú Verður maður ekki Þú bara er að taka allar vinnur sem þú færir hann er náttúrulega on the dole On the dole Verður við ekki mættir þarna á búlsæ Jó, við bara verðum mættir á búlsæ og við auglýsum það eins betur kannski í lók þáttarins en við verðum mættir þarna bara við verðum mættir sirka þessum tíma og höfum þetta á skjánum þarna Það er náttúrulega alveg einsta tækifæri líka þó að sé nú gaman að hitta ykkur og svona og þessu stóru
þá verður Búli smíta líka þarna, þannig að krakka geta fengið að koma að kíkja á þá. Já, Taka myndir af sér með þeim. sé hvernig þeir líta út. eða einhverja dömur, Birkir Orri verður og er á lausu og 2026 verður árið það sem hann festi sig, þannig að það er að gera mæta og sjá kappa. Erum við samt eitthvað að hvetja menn til að festa sig? Nei, ég vil bara sjá hann, ég vil bara fá Hann er óð mikið í því. Já, Bolli er svo mikið fjölskyldur kannski. Ég er svona fjölskyldukall sko. Já. Ég var til að sjá Birki bara gefa í sko þetta væri svona stóra kynlífsári. Ég er búin að reyna að hugsa um að skoða þetta Páli. Já, hann er að það skoða færið Pólinn. vel. Þú ert alveg típurinn það. Já, ég heldur þetta að hann geti ára góður í því. En 1-5-1 Arsenal er náttúrulega bara stuðull á liði sem að ætla sér að vera meistari og menn hafa bara bullandi trú á þeim, allir veðbankar og svona flestir. Já, Auðvitað virkilega góður í síðasta leik. Bournemouth hafa náttúrulega ekki verið. Bournemouth hafa verið í vesinni. En samt, þú veist, þeir eru með 4-4 í jafntefli þarna móti United úti og svo 2-2 á móti Chelsea síðast. Tveimur liðin sem eru bara í vandræðum. En munið samt Ég held að Arsenal vinni þennan leik, sko. umræðana sko, Bournemouth í byrjun tímabils, það var bara brandari. Ég var að reyna að berjast gegn því eitthvað sko. Þeir voru hann í 3. sæti eftir 3-4 umferðir eitthvað sko. Já, þetta Bournemouth lið, það getur bara farið í meistaratitlinum, menn voru bara það sko. Þeir byrjuðu frábærlega. Já, við höfum séð þetta oft áður. Liðið byrja frábærlega. Svona þeir eru bara ekki við neitt hóp og enga vörn. Sönderland getur farið í meistaratitlinum, sko. Nei. Ég held það. Nei, Eftir ég sá það að verjast þetta móti Chelsea, nei City. Já, ég skal segja núna, janúar mánuður verður erfið fyrir Sönderland. Það verður rosalega erfið fyrir Sönderland. Ég bara, ég var að segja, veit ég að horfa á leikinn á Sunderland City, þú veist, það er svo Granit Xhaka. Akkur tók Manchester United hann ekki. Það fengið hann 10 milljónir eða eitthvað. Svona 300 betur eftir Ugarte. Miklu betur en allir miðjumenn. Hann er einn af 3 bestu miðjumennum í þessari deild. Hann er búin að frábær. En ég er samt þessi stuðull á Arsenal. Þetta er heldur sterkur sigur, þessi stuðull er heldur lár. Hann er lár en þetta er bara Arsenal og ég minna. Þú reynda komst með eitt daginn sem var satt svolítið í mér. Þú sagði sko að þessi gera sem venjulegu seðla, taka Liverpool, City, United eitthvað svona. Það gekk síðast velgi svo allar að gera það aftur. Og hverju voru það sem klikkuðu síðan? Svo var það United sem klikkaði þarna móti Wolves. Nei, City klikkaði líka. Nei, þú veist, það var í þeirri umferð. Það var sama umferðin. Það var sama umferðin, já, ok. City klikkaði líka, Liverpool klikkaði líka. Þau klikkuðu öll, já, það er sama umferðin. Já, Arsenal. Og nei, ég held að menn sko, ástæðan fyrir að stuðla svona lára á Arsenal er að menn horfa bara í vörninu í Arsenal og það er alveg líklegt að Arsenal skori. Þú veist, þeir eru bara með það mikið að leikmenn sem geta skorað fótboltamark að ég held að skora alltaf og menn horfa bara í það, þeir skora 1-0 það er bara hægara sagt gert að skora á Arsenal þegar allir varnarmennir þess er stuðullin lár. Ég held að Bournemouth komist yfir þessu leik en Arsenal finnur leið. Þú ert náttúrulega með both team to score. Bournemouth kemst yfir í þessu leik er ekkit við sem Arsenal vinnan sko. Ég sé það bara ekki, ég held að Arsenal komast bara yfir og siglið þessu heim sko. Var ég svolítið að vona það að Arsenal koksi í þessu leik fari í jafntefli og sitt í vinni það verður svona meiri spennandi í deildinni. Trúðu mér, ég bara vona ekkert meiri í lífinu sko. En ég held samt að Arsenal vinni það. Þú varst með bettbildir á þetta? Á þennan? Nei. Nei, það var naflinn. Það var naflinn. Ef að kíkja á hann. Hann er hann. Naflinn, fjarri góðu gamni. Hvað er þessu margir drikki komni niður núna? Hann er vel í, ég hugsa hann 11:32. Og það sem hann líka segir síðan, ég horfði okkur strákar. Ég horfði ekki það okkur. Það er líka ekki. Hann er að skipulegja þetta fyllir í sko. Hann er það mikið fyllibitt, hann skipulegur að fyllir í sko. Það Arsenal vinni, mögulega rétt, yfir 1,5 í seinni hálfleik. Yfir 1,5 og hotspinn í fyrra hálfleik, það held ég að þetta. Það er þetta frábært. Svo veit maður ekki með skotin. Ég var nú með þetta getur nú Þetta getur þetta dottið. Ég er ekkert vissum að Saka skjóta markið. Það er hitt á það. Þetta er samt alveg fíts seðill. Ég var með Arsenal Aston Villa í síðasta leik. Bettbildurinn, hvað vantaði mikið 1-1? Jú. Ég haf með yfir 7,5. Í alveg tala þegar Þú er búin að vera óheppinn sko. Ég er bara ótrúlega óheppinn sko. En það ég held að núna þegar bettbildurinn minn kemur á eftir held ég á United leikið þá held ég að við sleppt tóttanum, við minni það. Ég samt að ruglar. Konið fíl út í hodnin. Já, þetta var ég var með yfir 7,5 sko. Strákar, ég verður að fá korrekt. Dettur þessi bara rétt úrslit fyrir mig það. Ég segi 1-2. Heyrðu tólinn á, það hefur komið mann á línu. Nei, erum við konum með eitthvað á línu? Ég segi 1-2. Hvað segirðu nafli? Hvernig ertu? Ég er frábær en þið. Nú, þetta er naflinn. Hvað ertu upp í rúmi heima? Nei, það er bara það er ásatt í vinnuhópsins, hún er byrjuð. Og sko,
Það hefði ekki mátt verið mikið seinna að byrja þetta. Mikið setna, hún byrjaði fyrir einum og hálfum tíma síðan. Og hvað var svona... Það verið að skála í jagamastir þetta fyrir núna. Er þetta sjá, er þetta fylgjast með þessu ekstar? Er þetta live ekstar? Það lítur það. Þetta verður eitthvað á Instagraminu hjá mér, en það er verið farið í fítni hlutina þar. Andri Már Eggertsson á Instagram, naflin á Instagram með já, menn verða að fylgja þessu. Já, það er nóg framöndan, það er bólfermir núna eftir hálftíma á. Síðan farið upp í kór í softball og fótbolta á. Og er einhverju meistara með þér? Já, þetta er ákveður þetta er eitt leikmaður afturöldingar, hann í handboltanum og síðan er þetta svona menn sem eru búin að leggja handboltaskónu á hilluna. Já. Þú ert að passa að nafngreina ekki neina leikmenn. Já, einmitt, það er svolítið að passa sig að því, sko. Já, þetta er Kristján Otto Hjálmsson, hann er að fara að vera að setja í skammar hérna í dag. Hvenær fékkstu frí í þættinum í dag? Hvenær baðstu það? Mjög seint í Það var þegar ég samdi að fá taka þátt í hjammanum bara í haust. Talaðu það alltaf 3. janúar, þetta er í fríið þá eða? Var þetta svo Hannes Halldórs og brúðkaupið? Og Gylfa? Já, þetta er svolítið þannig, þetta minnir á brúðkaupið hjá Gylfa og Hannesi. Naflin, við vorum að fara við bettbildirinn, hann leit vel út, það voru bara að segja stráðsverð, menn voru ánægð með. Voru ekki sáttið með bildirinn? Eina sem gæti klikkað er að Saka gæti ekki hitt á markið, en fyrir út af það, þá er þetta allt mjög faglegt. Já, þetta var helviti faglegt núna, ég viðurkenni það. Þetta er ekki að maður læði meira á sig núna, þú veist, maður var ekki í settinu. Nafli, við biðum að setja sem mest inn á grammið góða. Já, ég verð dölur. Og haltuði líka frá gramminu góða. Það sendi ég bara beint af því. Það er nú erfitt þegar hún startar kl. 10. Já, þú voru komin í stikki bara kl. 5. Nei, það verður ekkert stykki. Ég get lofað ykkur því. Það er ekkert verið að fá þér á haus. Og ekkert meir, eina grammið verður í Instagram. Ég get lofað ykkur því. Það er gott að heyra. Gleðilega hátíð og skemmtið ykkur vel. Og skilið þetta frí. Þetta er bara annað frí. Og bara til hamingju með árshátíðina. Þeir eru ekki nema 3. frí í síðustu 2 þáttum, þannig að vel gert. Það er rugglaður. Minnstu frí. Það er góða skemmtist. Takk. Þetta var naflinn í beinni frá Keiluhöllinni. Nú er hann í Keilu? Já, ég veit ekki. Það var einhverju svona svakalum stað, sko. Þetta er að byrja að snemma. Það er ekkert ef skemmtild að byrja að snemma. Það er skemmtilegt. Og vera líka komin þá bara heim, bara snemma, vera ekkert eitthvað þessu bröldi langt fram í dyrni. Það er bara málið, hann verður til 3-4. Hann verður til 3-4-5, sko. En það er hann ungur. Já, við vorum svona einu sinni. Já, þá kom ég reyndar heim 3-4 kannski á mánudaginn, sko. Já, ég var að þannig. Já, það hefði verið gaman að vera með webcam á þér þá maður. Fylgjast með því. Valli sport og hlöðurinn að fylgja honum eftir maður. Það hefði verið gegn. Þetta hefði verið rosalegu tími þegar þið voruð alkallarinn hérna á hverfis og þetta. Já, sportkaffi maður. Já, sportkaffi, djöfull. Já, það er eins og það er. Það er ekki að fara tilbaka. Varst í leddar á þessu tíma? Hvenær kom hann til svo? Ég hef alltaf verið flottur í klæðinaðum. Já, þú reyndar alltaf verið smart. Já, alltaf verið smart, sko. Kendan og Hjörvar er haflega sinna. Hann við náttúrulega kunni ekki að klæða sér. Hann var ekki lengi í jogginbuxum fram með. Jú. Við minnum það. Og þannig að maður er búin að kenna mörgum góða mönnum sem maður er bara stoltur af í dag, sem maður er bara flottir í dag. Bara frábært að heyra, sko. Nei, naflinn fyrir líklegast ekki einn heim í kvöld og það er komni stuðlar inn á Epic. Það væri átir skaman maður. Við setja press á kallinn. Leeds, Manchester United, ef að kíkja á þetta. Er þetta ekki alveg hádegisleikur? Jó, þetta er geðveikur. Þetta er náttúrulega bara þetta er gott svona að pílan er að klárast í kvöld, svona smá eftirþingaði því, sko, að það er vont að fá ekki pílun á morgun, að fá þá þennan leik. Leeds að hvíla sjálfsög, er ákvað að hvíla móti Liverpool til að vera klárir í Manchester United. Gátu það? Já, gáttu það ísili. Komast upp með það? En þarna verði ég nú að segja, sko, 2.76 á Manchester United. Því Manchester United er útivallalið. Manchester United getur náttúrulega ekkert á heima, allir eru miklu betur útivill. En þetta er samt rosalegu slagur. Þetta er rosalega hattur á það. Já, ég veit það. Við erum ekki búin að tapa í 10 leikjum í röð fyrir Leeds. Við vinnum Liverpool á útivelli, easy. Við vinnum Við vinnum daginn 2-1 Crystal Palace útivelli. Já, vel gert. Við vinnum Úlfana 1-4, náum ekki að vinna þá á heimavelli. Nei.
og fleiri útileiki trúlega. Ég var náttúrulega var á Tottenham Stadium þegar dómari rændi okkur sigrinum þar og 2-2. Það er svoleiðis. Þannig að United er útivallalið. Það er bara þannig. Þessi leikmenn United, aumingjar og svo ég kalla þá, þeir ráða ekki Old Trafford. Þannig að það er góðu stuðul. Já. Þetta er náttúrulega geggjaður stuðull. Ef að kíkja á... Mér veist X-stuðullin líka ansi veglur. Bolli er hrifin að 3.58 í X-i, ég er sammála því. En Grassi veit alveg hvað hann er að gera. Þetta er 50-50 leikur. Ég er samt hrifin að þessu þarna, sem var komið núna. Hvað? Manchester United -1 verður bettið. Já. Hvað, það er bara 6? Það er auðvitað 6 eða eitthvað. Við getum við séð að vera stutt. Ég myndi bara ekki þóra því. Eða ekki? Nei. Stendur hann ekki einn þessi leikur? Man nývaknaður og svona. Ég er um þetta að hugsa það. Já, áfem maður alltaf bara stakt á þetta. Það er eins og að sé... Er það volt eitthvað heim yfir þessu leika? Já, Það verður bara að setja í ristavélina. Ég er búin að... Vá, 5.48. Já, 5.48. Sér það fyrir þér? Já, ég er að segja það. Eina sem er, náttúrulega Sesko verður að fara að gera eitthvað. Þú veist, það kom ekki 3 mörk frá... Það verður að vera eitt af þessum. En hann verður samt í byrjunliðinu, þess að hann hefur ekkert annað. Nei. Og Sirkse greinilega er að fara, veist, hann tekur hann út að í hálfleik búin að skora á mót Úlfunum, furðulegasta skipting sögunar, út að Sirkse er síðan ekki búin að vera góður, það var mjög furðuleg skipting. Og ég meina hann verður í byrjunliðinu Sesko og hann þarf að vera að gera eitthvað, en ég get eiginlega að lofa eitthvað hann er ekki að vera að gera neitt. Hann fær færi en hann mun klúra því. Rosalega lélur, ekkert sjálfstraust. Ef að kíkja á bettbildirinn. Já, ég meina kíkja á hann kannski. Já, hann er lungin, ég kíkti á hann í gær. Jú, ég fór í hotnin. Þetta er hádegisleikur og elladrót, það verður alltaf það verður brjálu hotn. Það verður brjálu hotn, það ekki. Herðu, tvöfald menn, ég fílaði þetta Benjamin Sesko, hotspinnar detta, spjöldin detta alltaf Spjöldin detta, 3 Sesko á skot og mark, hann bara skorar ekki en hann fær náttúrulega Já, hann skýtur á mark og Dominic Calvert-Lewin er búin að skora í einhverju 6 leikjum í röð fyrir utan alltaf Leopold sem hann byrjaði ekki hann kemur mjög heitur í hennar leik Þetta er bara spurning hvort að United tapir okkur leik Ég set bara stórt á Ég sagði þetta fyrir í byrjun þáttar ég ætlaði að vera faglegur í dag og ekki detta á ykkar plan Það er greinlegt Þannig að ég hugsaði þetta vel og lengi Þetta er mjög vel gert Ég trú ekki en ef það koma 7 hotspinnur þá set ég aldrei á hotspinnur Það var að búið Ég sé að 3 backbuildarar hjá mér í vetur í þessu þætti það eru nú búin að vera kannski 10-12 eða eitthvað, veit það ekki að ég sé 3 backbuildarar búin að klikka hjá mér bara út af einhverju svona hotnum og alls ekki tálína sko. Óþólandi Þannig að ég trú ekki að United tapusleik hann verður rekin, ég trúi bara ekki öðru að þeir tapusleik sko. Já, Nafn Bolli, hvað segir þú? Ég bara til að vera ekki alveg samanlega, ætla ég bara að setja jafntefli X Þetta er X eða, þetta er rétt þetta er bara X eða United vinnur Ég held að United vinni þetta ég myndi að fara í -1 bara og eitthvað svoleiðis Ég myndi nú ekki þóra því Það er eitthvað í mig sem að sko, Leeds voru náttúrulega bara ekkert langt frá því að reka Farke Nei, það verður góðið síðan og búin að vera góðið síðan þannig að ég held að komist upp með það núna því miður Mér veist eitt gott sem eitt sagði sko, þetta hefði verið Under the Lights á Elladró þá hefði dört í Leeds líklega unnileikir Þessi leikir er alltaf á þessum tíma, það þýðir ekkit annað Haldið áfram að vera grimmir í chatinu við erum búin að gefa þegar 100 €, við ætlum að gefa fleiri og eftir það er bara þannig Hver er stöðurna? Dorgu skorar búin að vera sjóðandi Já, hann er búin að vera sjóðandi heitur Sjóðandi? Já Skoraði 1 mark í daginn sko Hann reyndi að skoraði á móti Wolves eða tekið af hann var klaufi þar sjálf hann var klaufi En það þarf ekki mikið til í þessu United-lið 5 anytime Já, hann er svolítið hann er ekkert að skora Það held ég ekki Fyrir með næsta Everton Brentford strákar Bolli, byrjum á því Mér finnst þessi Everton Brentford leikur er 3 leikina þarna 3 leikina þarna Já Þetta er erfiður leikur Já, þetta er ríkalega erfiður leikur Ég er alltaf eitthvað veð Ég var með Nottingham Forest á lás síðast að þeir myndu vinna útivelli á móti Já, þú sagði þér að þeir myndu allir 3 klikka á mér þessir auðveldu þarna í selnum og þeir klikkuðu allir Ég ætla bara að standa með mínu mönnum frá Liverpool klippur, sko, það er eiga þetta fyrir ásáttíðin okkar Ég held að Everton bara vinni þennan Everton það geta bara Já, þægilega, 2-0 Þetta Brentford-lið er samt helviti við sáðan á móti Tottenham, þeir eru helviti góðir Þeir eru fínir 1-1 1-1, já, er þetta ekki bara það erum við einhver löngu tímið þetta þetta er bara 1-1 já, ég held það líka ég held að Everton vinni þetta Fulham Liverpool strákar, það er nú leikurinn sem að Bolli verður heima Ég bara trú ekki að mínu menn rífi sig í gang þú veist, það hlýtur að vera eitthvað
eitthvað löngunni að gera eitthvað sko. Þú veist, þeir hljóta eða náttúrulega ég veit það ekki, svo bara Fulham fínir sko. Fulham bara góður undanverið. Ég er svolítið síðan að þeir töpu. En ég er satt sammála mækarum 2,04 á Englandsmeistarana. Já, Englandsmeistarana En maður er samt búin að, Liverpool er búin allt. Þeir eru búin að vera, ég var svo þreyttur að þeim hana. En ég held að 0-0 ég held að við ekki taka mikið mark á síðasta leik. Þið sáu bara alla hina leikina. Það voru bara öll liðin flöt. Það var eitthvað í loftinu. Það var fullt tungl. Það var fullt tungl nefnilega. Og er ennþá. Það er fullt tungl núna. Úti, ég finna á mér bara líka. Ég verð rosa skrítin í fullu tungli. Ég verð graður þegar það er fullt tungl. Þú voru til að vera rosa. En sko, Liverpool vinnu þennan leik. Það hlýtur að vera. Það hlýtur að vera. Varst þú ekki með bildir á hann leik? Jú. Nefnum að kíkjum á hann. Við tap allan ekki. Kíkjum á bildir. Ég tap ekki. Það er skora, Þú ert alltaf með þetta. Yfir 2,5. Já, út af því, ef ég er með Liverpool, þá skora hann alltaf hitliðið á þá. Þú veist, það er alltaf þannig. Já, ég held að þessi ætti að detta nokkuð örugglega. Já, verður samt að fara 2-2 eða 1-2 sko. Taka Liverpool örlífin, verður afgreitt á 15 mínútum. Segir eitt hérna. 2-1 Liverpool. Það er alveg góða punktur. Ef þetta fer ekki 2-1 Liverpool, það er ekki þetta. Þú ert ekki alveg... Hvað meinarðu? Það sem ég sagði það, ég nenni ekki að þetta plan sko. Þú ert með sama stöðuleg ég. Þú ert með bæli skora yfir 2-1 og dróða Liverpool. Þannig að það fer 1-1 og bæli skora og fyrir dró, þá er þetta að missa seglin og samt verður með 4 kannski stöðul þá sko. Ég held að frekar að það fari 2-2 heldur en að þessi leikur fer ekki 2-2. Jó, það verða mörk í þessu leik. Alveg 100%. Það verður mörk í þessu leik. Soposlæ, hann mun skjóta. Fúlam voru betri en Crystal Palace. Og svo eitt í þessu. Miklu betri. Ég sá markvæslunum hjá Henderson í restina. Geðveik sko. Eruð þið með seðilinn síðan í síðustu viku? Það sem var hlegið og það var allt vittlust og svo bara dettur hann. Nei, hann eittist út af... Nei, ég er náttúrulega bara stóri sigur í síðustu viku. Það var bara hlegið og... En málega það... Þessi dettur alltaf. Að vitleysan er ekki endurtekin alltaf. Jú. Þú getur alveg unni með tvist trist en Ásanni vinnaði 80% tilfella. Skilur hvað við? Ég skil alveg hvað ég held að þessi detti alltaf. Já, þessi getur alveg dotti. En eins og ég segi, ég bara slefti þessu fjöldi marka þó sko. Ég held bara að verði mörk. Verði nokkuð mörk. Það verður markaleikur. 2-2. 2-3 Liverpool. 2-3. Já, sko, nei. Þetta er samt svona típist eitthvað 2-3. Liverpool fara að gefa eitthvað mörk og þeir nái einhvern veginn að ekki Tete kemur núna aftur, Soposlæ kemur upp á miðjuna. Jimenez er alltaf að fara að jarða Konati segja menn hérna. Já, Fulham eru búin að vera góðir. Þetta er mjög erfið leikur í Liverpool. Endinga 2-0-4 í stöðu. Því þetta ef við farið næsta. Þannig að kvæknaði bollanum, þannig að heyrði þetta samt. Ég þekki þetta hljóð. Þið miður allt og vel. Takk Emil, in bodli við tröst. Newcastle Crystal Palace. Þetta er leikur. Þetta finnst mér reyndar góðu stöðull að Newcastle Crystal Palace yfir ekkert geta. Laði svo að stoppa ykkur hjá mig, ég átti eftir að fá tákn frá þér á Liverpool. Hvernig endar hann? Liverpool vinnur. Bara einfalt. Liverpool vinnur. Takk. Ekki flókið. Nei. Newcastle Crystal Palace Crystal Palace er ekkert geta. Nei. Þeir voru lélir á móti Fulham. Þeir voru það. En þeir eru konum með Brennan Johnson. Og Newcastle bara með geggjaðan sigur í síðustu umferð. En svo fyndið samt að menn voru orðað sko glasnei við öll stóru liðin, bara öll stóru liðin í heiminum. Hann getur bara tekið Real Madrid. Hann getur bara gert. Þeir eru ekki unni leik síðan sko. Glasner er ekki að fara að taka Real Madrid með Mbappe og Vinicius Junior og Jude Bellingham. Nei, ég er satt að segja við, menn voru í eitthvað svona bulli sko. 1, 2, 3, 4, 5. Ég held að væri skárra fyrir að taka mig. Þeir eru ekki unni 6 leiki. Ég væri harðari við þú. Þeir eru ekki unni 6 leikir. Nei, og hafa bara ekkert getað og þeir töpuðu meira sem fyrir Tottenham á heimavelli. Já, og voru ekkert sérstakir. Nei, voru bara lélegir og þennan leik vinnu bara Newcastle. 1-7-1. Þetta er bara sko setja þetta og paraða með Aston Villa vinn. Það vartu komið alveg stuður. Já, nokkuð öruggan siður. Hátt í 4, 3 eitthvað. Það var bara sexy sko. Já, ég held að Newcastle vinni bara þennan leik og svo Bjólli segir, ég menn, það var bara fýtt sigur í síðasta leik. Það Burnley, menn eru bara komin í 200 strax í byrjun. Sem var náttúrulega ekki að sjást hjá liði í ensku úrvalsdeildinni og heima ætla að lenda 200 undir á þessu 10 mínútunum. Nei. Nú erum aðeins meiri fókus að sýnir bara fókusleysi hjá Burnley. Stráka, hvað segir Albertina? Óver í spjöld í dag er klókt. Nú hækkar bannþröskuldin upp úr 5 spjöldum og eflust tinkaði dómar deildarinnar. Þetta er góð punktur. Albert. 100 €. 100. 100, Albert! 100! 180!
180 Það eru 100 eurur og Albertin vel gert við erum 180 eurur það getur alltaf sagt Það hefur verið viðandi. Allan í dag. En þannig að þú ert bara á því að bara Newcastle bara vinnur þetta bara 4-0 það er bara komin það er bara komin samkeppni á Newcastle, þeir eru flestir heilir samkeppni þarna frammi, flestir heilir sko sóknarmennir hjá þeim þá er það bara með hörkuli, Krista Palas eru bara get ekki neitt, ég held þessi leiku fari bara svona 3-0 fyrir Newcastle, ég held að setja 1,5 mínus 1,5, hvað er það á þennan leik? Heyrðu, þú ert bara þar? Já, ég er á þessum leik þar, já. Ok. Það er alveg áhugavert samt. Sko, Walter Mate, hann náttúrulega kvíldi og kom ekki inn á fyrir hann 80. mínútur síðast. 2-9-1. Já. Þannig að hann gæti þess að byrja og verið vel ferskur. Ég veit í sófanum á morgun með þetta. Já, telja peninga. Það eru góða leikir á morgun. Frábær leikir. Herðu, fyrir mig næsta, strákar eru góður á tökkunum í dag, Bullis Media. Fyrir mig stóra leikin sem er nú reynda settur klukkan 3 sín skilum ekki alveg en það er Tottenham Sunderland 3 á morgun. Það er 3 það ekki? Jú, hann ætti að vera kvöldleikur. Tottenham Sunderland strákar 1.83 á Tottenham erum við grassi er hann í safanum eða? Já, hann er það en það er nú ekki ástæðan fyrir stuðli sko. Þú ert alltaf samur, þú ert alltaf að spá Tottenham tapi. Ég er ekkert alltaf að spá. Ég ætla að segja það að þrátt fyrir frábæra gengi Sunderland undanverðu með Sunderland er með betar lið en Tottenham að þá vinnur Tottenham leik 1-0. Já, við vinnum leikinn, það verður ekki 1-0, það verður 2-3-0. Það verður alveg þannig. Það opnar flóðgáttan og opnast þessu leik. Þarna kom það, mínus 1,5 Tottenham getur við fengið að sjá, ég ætla að gera östundar bettbildi núna hérna í beinni þurrka upp eftir og ég ætla ekki að vera með ykkur í því og vera að eyðileggja með ykkur tapi á Tottenham. Það verður ekki tap. En við förum í bettbildir Tottenham Hotspur á móti Sunderland og ég ætla að sýna ykkur hvernig ég sé þetta fyrir mér. Og þið mér alveg segja, Tottenham vinnur, bara förum í það, beint, Tottenham vinnur, förum í Tottenham mínus 1,5, ég er sammála því. Þá ferði bara í Tottenham mínus 1,5. Ég er jafnvel sko að spá í hvort ég að fara í mínus 2,5. Nei. Það förum í 1,5, förum í hotspinnur Tottenham yfir Tottenham yfir 4,5 og förum í Sunderland hotspinnur undir 6,5. Þeir fá aldrei meir en ekki á heimavelli. Já. 5,25. Stráka, þeir eru búin að vera í 4,70 eitthvað. Ég sé það og hækka. Sjáu þennan. Þessi gæti verið helviti þægilegur. Rétt sem hann KC segir hérna, hættur þetta að hjá mig fyrir svona Spurs hype. Svo erum menn að segja 4,69 og Sunderland er gjöf frá grassa. Ég segi það nú ekki. Þannig Tottenham eru búin að raumulega heimavelli, ég veit það. Nei, Tottenham er bara lélegt lið en staðan er í dag. En þeir eru byrjað að halda einhvern veginn hreinu meira. Já, það er nú eitthvað sem við gátum ekki og ég er ánægð með það, þegar léleg lið fatta að þau eru léleg að þá er langbest að pakka í vörn og reyna að halda markinu sinni hreinu. Þá getur eitthvað komið og það er búið að skila ykkur 4 stigum í síðust 2 leikjum á útivelli. Ég held að þetta verði Sunderland verða miklu betri í þessu leik en Tottenham mun grísa 1-0. Herru, takk ég þetta halda niður. Hefur hjá mig sér heimalega töfluna. Tottenham er í 17. sæti þar. Það er þetta helviti slappmaður. Já, ég held að það skipti eitthvað mál í þessum leik. Það er nýtt ár líka sko. Það er nýtt ár, nýtt tækifæri. Það verður gaman að sjá þegar þessi ég var að trúa því. Hvað er margir sem eftir að kommenta á það? Mjög fáir, það er eins og alltaf. Tottenham eru bara, þeir eru bara ekki nógu góðir en shit, í hvað sæti? Má ég sjá Sunderland away? Eru þeir ekki alveg meistarar? Jú, þeir eru 13. sæti, rosa flottir. Skora 4 mörk útivelli. Þetta fer 1-0. Ég er að segja ykkur það. Menn gleyma því. Sunderland er ekki að skora mikið, en þeir verjast mjög vel. Þetta verður ekki opinn leikur, sko. Hvernig er XG-tablan? Ég hef svolítið gaman að henni. Ég hef svolítið svona XG-kall. Ég er að vera meira með XG-kall. Tottenham er í 15. sæti. Sunderland er í 18. sæti. Já, Aston Villa í 16. Það er rosa. Sunderland er í Aston Villa í 16. Það er stóra fréttin í þessu. Já, og bara Sunderland líka raun og veru út af þessu leik. En svo sjáum við þarna Úlfarnir er ekki í fallsæti, sko. Nei, það er rosalegt. Sjáum við Liverpool 3. sæti XG. Já, Úlfarnir er ekki í fallsæti. Nei. Þetta er skemmtilegt. Sunderland er fyrir neðan Úlfarnir í XG. En það sýnir líka hvað rosal kjafta. Ég hef aldrei Það er eitt sem ég bara aldrei skilið í fótbolta er þetta XG og ég veit ekki hvernig þetta byrjaði fyrir einhvern 6 árum síðan. En málið er það, ég var á móti þessu fyrst. Það er aldrei heyrt þetta fyrir 6 árum. Í dag er ég bara XG, ég er bara stanslið að hugsa um XG. Já, ég hugsa aldrei um XG. En mér fannst XG í fyrra, það var inn, XG er alveg dögt. Birkir. Menn eru að velta fyrir sig hvort það sé komið vodka inn að Red Bull og hjá.
Mennur helviti Málið að ég held að það hafi fattað á hann skeit með að vera ekki með Day of Fun fyrir hjá.net við erum að fara í það þannig við erum að byrja að blanda byrjum að keyra okkur í gang bráðum City Chelsea fyrir mig hann þetta er leikur Þetta er geggjaður leikur Já. Þetta er geggjaður leikur Chelsea hefur svolítið verið að stríða þeim Það var svolítið verið að stríða þeim Bara með fín Pælið samt einu Liverpool, City Liverpool, City hvað ætla að segja Liverpool, City og United Vá Liverpool, City og United Já. Það er alveg fucking stuð sem múst að fá það Ef þú tekur þessi lið 3 vinni Já, ég heldur það verður Það eitthvað uppsett Þú manns hvað ég sagði daginn sko. Þetta fá næstu í 10 stuð eða 7-8 það er bara ég sé og svo getur þetta ekki Arsenal líka og þú getur tekið þetta allt saman sko þú veist, já. og fengið brjálæður stöðu Já, já. sett alla 10 leikina saman og það er helviti góðu stöðu sko. Ég veit en svo klikkar alltaf eitthvað sko. Já, ég er samt að segja við þessi 3 lið Þetta er ekki aukvísar Nei, þetta Þetta er ekki sögufræg lið. United og Liverpool hafa bara ekki geta raskat Bætu við Tottenham Hotspur Já, það United og Liverpool hafa ekki geta það er engin leikur í þessari umferð með að stila Newcastle vera eini leikurinn sem er alveg vissum að Newcastle er eina liði sem er 100% vissum að vinni ég trúi ekki örlöldur að Sörens klári Krista Páls á heimaðalli Já, hann hefur trúað því en Newcastle er náttúrulega alvöru lúsera líka þannig að þú veist maður veit aldrei en City þeir koma Þeir tapa aldrei Það getur alveg slisa sér jættöfli ég trúi bara ekki þetta Chelsea-lið í undanhörnum leikjum er grátlegt Og við sáum líka myndin á þjálfarunum sem verður hann á hliðalínni hann er ekki að fara að vinna hann spilar svo mikið leikinn Nei, en þú veist ég bara Guardiola má bara ekkert slippi í þessu leik Arsenal vinnur í dag 7 stiga fórusta þeir eru bara komnir aftur í það og þess að ég sagði þið hérna einhvern tíman í september, oktober, þeir mætti ekki slipa hann einhver leikjum, Pep hlustaði á mig unn einhverja 7-8 leiki í röð, svo kemur bara 1 slip móti Sönderland og þá er strax konum 4 stöðum mættir. Ef að taka örstöðan bettbildir á þetta strákar við höfum smá tíma Það var engin með það? Nei, þetta var svona, hann var skilin eftir þessi til að lega mönnum að Þú er svo klókur í þessu Já, bara líka lega mönnum að leika sér live Oft er gott þegar við erum nokkar að hugsa saman sko. Manager bounce back segja menn hérna Er þetta manager bounce back? Ekki í þessu leik Ég segi -1,5 á City -1,5 á City Birki greið hann þarf að sitja yfir þessari vitleysu Bóðli Verða mörk í þessu Já Það er alltaf að horfa í það Mér finnst það skemmtilegast að bett Er Chelsea eitthvað að fara að skora í þessu leik? Verður ekki grimmir varnarlega? Jú Hann byrjar að nota AK vinnu minn aftur Spjöldin, hefur að fara í spjöldin Já, var þau? Má ég sjá Það er bara í mörk leikmann að segja bara Haaland skori, hann skori í Ég ætla þessu að segja, Holland skorar fyrsta Holland skorar markið líka Hann skora bara Förum í fyrsta markið, Holland Nei, það er svo Æ, það er svo skemmtilegt maður Er það? Það hækkar allt upp alveg brjálaslega mikið Já, ég veit Holland Heyri þetta, þetta svo Reyndar ef að Haaland skora, þá skora hann á fyrsta markið sko Já Nei, það eru mörgleikmanna og ekki venjuleik tíma, ekki venjulegum Það er hvað gefur það for okkur? the amateurs Förum í the pros Förum niður Þetta er ekki fyrir próf, þetta er bara áhættu höfð hana áhættu höfð Þetta er for the pros Holland er búin að skora helvít oft fyrsta markið og í þessu leik er hann á vítunum og það er eitthvað sem þetta er 7,5 strákar Ég hefði nú viljað fá það þess herri satt Ég myndi aldrei ef ég var með City mínus 1,5 og Haaland þá myndi ég aldrei vera með þessi spjöldarninni líka það er alveg komið 3 spjöldi inn að leik sko. Þetta er það slapu segil að ég set þessar 2,5 júrur á þetta Ég myndi fara í allan að hafa bara 2,5 spjöld það er ekkert víst að komið 4 spjöldi inn að leik Chelsea getur verið bara mjög rólegir í þessu leik Já, við verðum að hlusta á chati City er ekki mikið spjaldalið Er það? Jú Mikið með boltan, láta rúlla Það er ekkert margir sem er að fá spjöldar Það er nokkur Þá alveg er heila þetta garantíða það að Chelsea sé fá jafnvel að fá 3 spjöld og City í 1 Já, en hver kom með þetta? 3,5 spjöld Ég kom með þetta Já, og svo er alltaf reyð Svo vitið alveg að það eina sem þetta eru spjöldir sko. Þetta er alltaf sama sag Sko, förum í örstuðt hérna strákar bara fyrst að verum Ég nota þetta mikið hérna inn á fútbol statsin Ég er alltaf að renna yfir þetta hægri vinstri og ég get sagt ykkur það að það lið sem hefur fengið flesta vítaspyrnu á sig í deildinni Burnley Sjá að chati hérna alltaf spjöld Chelsea liða þetta getur dotti Flest spjöld í deildinni hvaða 2 lið haldið að fengi flest spjöld í deildinni Svona ef þið horfið til hvað eru grófustu liðin
Þetta er mjög líklega Chelsea. Chelsea í fjórðasæti. Chelsea eru upp þér. Nei, ég myndi segja Brighton. Brighton, rétt. rétt. Annar lið, hvað er hitt lið? Vestham. Það er það sem dómarinn er oftast á móti. Það er Tottenham Hotspur. Það er sem dómarinn er oftast á Það móti. er grófasta liði líka. Tottenham fór 2 rauð. Ógeðslega móti Liverpool. Ég mun aldrei fyrirgefa. Þetta er bara brennimert í haustum. Þau 2 lið sem að fengi fæst, 3 lið sem að fengi fæst spjöld á tíðanbylunu. Liverpool. Nei, það er ekki Liverpool. Liverpool er 11 sæti. Það er Newcastle. Hæ? Það er Það er óvænt. Arsenal. Já. Og það er Manchester United. Já. 3 heiðaleg lið. Já, bara lið sem... Heiðalegi stuðnismenn, heiðaleg lið. Heiðalegi stuðnismenn. Þetta er svona áhugavert Akkur segir samfélag. það, heiðalegi stuðnismenn. Ég ætla að sýna ykkur einn Það er segja það. sem að ég stundum á dundum með. Já, kíkjum á eitt segir frá Það er Bullies. The Bullies Media. Media. Að sitja lengi í sófanum og hafa gaman að þessu. Já. Og vera með smá belt og axlabönd. Já. Og tekið -1 á alla. Ah. Þannig að ef að eitt liði vinnur einu, þá vóitast hann og þá á ég hina inni. Það heldur hann áfram. Já. Þessi er þetta klókur. Sjáu þetta, 17,97. Er hann ekki meira naskur þessi? Jú, þessi, þeir má eiginlega kalla þennan þann naska. Má ekki skýra þennan þann naska og setja hann inn? Sko, eina sem ég ágjör þarna, ég hef meiri ágjör af þessu Newcastle leika heldur en Mækarinn. Ég er svona aðeins smeyku við Newcastle. Þú þarft ekki að vera smeyku við þá. Þetta er bara leikur sem er verða að vinna. Þú þarft að vera Ég smeyku verði við ekki alltaf Sunderland. liðið öll að vinna alla leiki. Er það ekki bara þannig? Nei. Er eitthvað meira verða að vinna Krista Palace þarf ekkert að vinna hennar leik. Þess að Krista Palace er aldrei að fara inn í Evrópubaráttu og Krista Palace er aldrei að fara að falla. Nei, þeir þurfa ekki að vinna hennar leik. Aja. Hvað er þetta? Þetta er bara blandi póka. Hann að fái blandi Eini sem kom með blandi póka í dag var bollin. Newcastle vinnur, það er klárt. Leeds United, Manchester United bæðileg skora. Það er alltaf að fara að gerast. Er United að fara að skora? Hver á að skora? Gast ekki segja rétt á það? Jú, ég bara svo fari að hugsa. Nei, ég sagði X2. Já, X2. og samt alveg harður á því að geta unnið hennar leik. En nú er hann er bara nýti seðilinn sko. Það er þá gleymur hann. Nei, ég er að velta þessu upp. Hver á að skora? Já, það er það sem ég var að segja hann. Ég sagði, Sesko verður að skora í þessu leik. Já, hann skorar. Ok, býtu. Ég held að þetta fari 1-2. Já, hann skorar. Yfir 1,5 Evertón spjöld. Þetta er alltaf að vera þetta. Sitt í jafntefli, settu bara sitt í vinni leikin. Ég var bara með belt og axlaböndana, bara flott. Þetta er magnað stráka. Þið eru magnaða verur. Setja þennan stráka í chatinu. Þetta dett síðast, dett þar og undan, þessi dettur alltaf hjá bollanum. Setja át. Þetta er áhugavert. Ég vil minna menn líka á það að verður þáttur. Verður ekki þáttur í næstu viku? Við getum ekki lofað þér reyndar. Við stóðum tæft síðast að hafa þátt en Bullies bjarga okkur það. Við erum háðir þessum ungum mönnum. Já, ég myndi stefna því að vera með þátt bara á miðvikudaginn. Ég er að segja. Nei, byrju, hvernig er umferðin? Já, það er 1 leikur á þriðjudaginn. Á miðvikudaginn. Það er allir staðir stórleikir þá. Svo er Arsenal Liverpool. Ég ætti að vera laus. Var ég gaman að fá. Ætti að vera laus. Ef að þeir er ekki klára á miðvikudaginn. Jú, bara neglum það. Við mætum bara á miðvikudaginn klukkan 6 eða eitthvað. 5-6. Er það Ölsen þáttur það? Og þú byrjar að drekka. Það er líka Arsenal Liverpool á 5. Það hitar sérstaklega vel upp fyrir þann leik. Svo er þetta í kvöld. Þetta er gæður. Þetta er rosalegt, við erum að minna á þetta Epic Darts úrslitaleikur í Pílunni klukkan 7 er upphitun. Já, og þetta er alveg verið uppbytun og sér nú bara line-upið þarna. Sindri Rósekars er líka, hann fekk hendur ekki mynda sér. Það er nú bara svo það er. Þú þarft kannski að gera aðeins meir lífið til að fá mynda þarna. Þetta er svolítið úrvarsleitin þarna. Þetta eru stóru sveðanir. En hann er helviti flottur og veit mikið Píluna. Verðið þið eitthvað áreita? Eitthvað? Já, mögulega Sörens. Ég held að menn vilja nú ekkit endilega mikið áreita en það hinnu 3. En það verða ákveðna bóðlegir út að ég verða þannig, þá getur talað við mig, ég fer til þeir áreita og ég kem með það tilbaka. Það verða eitthvað fyrsti bjór frýr og það verða ekki eitthvað efur þarna og hérna þetta verður eitthvað stemming. Við ætlum að vera hana hjá mig. Já, ég ætlum að mæta kvöld. Já, ég kem hana svona 8-leitið. Þú var að koma í síðastæli 8, leikurinn byrjar 8. Byrjar 8. Já, það er ekki þannig eins og ég sé búin að missa öllu leiknu þó ég mæti 10 mínútur yfir 8. Það er ekki búin. Gæti mista fyrsta settinu. Já. Það bara kemur fyrir 8. Alexander Veigar er nýja stórstjarnan í íþróttum. Herðu, hann er síðan að fara út á morgun. Já. Þannig að við þurfum að halda honum frá áfenginu. Bara núllari. Hann reyndar í núllerinu hvort sem er. Já. Nú er það, já. Hann er að fara út á morgun í þetta, hvað heitir þetta? Q-skúl. Það er bara á mánudaginn. Hvað er það? Hvað er það? Það er verið að berjast fyrir túrkartinu. Nei, það er einhverju 5.000 eða 2.000 eða eitthvað keppendur sko. Geðveikt, Spilað mánudag, þriðjudag, það gæti spila alla 5 daginn næstu viku.
og þetta er eitthvað nokkur mót, ég veit, þetta er eitthvað mjög flókið sko. Já. En hann fer sem þetta morgun og byrjar á mánudaginn upp úr hádegi held ég að spila Já. eða 11 morgun og það, við munum henda því einhver staðar inn hvar er þetta fylgjast með því í næstu viku svona live score þannig að þetta er ekki í peitin útsendingu á Viaplay sko, en það er live score og hann er ein Íslendingur sem hann að fara og maður veit aldrei veit hann að við fáum einhverjar upplýsingar frétti frá hann bara þættinum okkar á miðvikudaginn. Það var helviti gaman þegar ég og þú, Mike, vorum að horfa á Alexander Veigar keppa mútið Sika Sören í seinustu viku við horfum á og hann lokaði 99 í andlita á Sör. Já, en málega Sör náttúrulega sko Sör er góður eða ekki? Já. Nei, Sör getur ekki neitt en Hann er málega það 100 bestu í Kópavogi. í Garðabæ hann er ekki einu sneitna 100 bestu urrið Nei, ok og málega það en Sör, hann komst í 1-0 ég var náttúrulega að telja og var eins að trubla og þetta var nýja og vantar aðeins lýsinguna og hann pakkaði hann saman 1-0 og þetta var upp í 2-1 sko, en Sörens var með annan legginn var að vinna hann, það er alveg sem þau að spila ræðilega og hann getur ekki átt svona framistöðu næstu viku en þá fór hann náttúrulega taugum Sörens í útskotinu eins og svo oft áður. Hvað kláraði hann? Já, hann var með 140 og næstu búin að klára það alveg þau fór í 60 og 60 Og áttu á Sör bara doppulað eftir Nei, hann var búinn að klikka þá Sören sko. Og svo kláraði Alexander hann bara í fyrsta útskoti eftir það og Gregi Sörens satt eftir með sárt henni kendi Mike Guðmynda fyrir að vera að tröfla Var hann reiður En já, Sörens er Strákar, ég var að vita samt, hvað er bettið á pílunni í kvöld? Herðu, ég sett eitt seðil og getur sett hann á nöfstrákar sem að sko verður búinn til hann verður búinn til Verðum búin til og getur ekki búið hann til sko, ég held að Grassin ætlar að búa hann til sko, máli er, verður inn á síðunni ég bjóð til seðil Já, ok þegar menn er að hlusta og vilja kannski fylgja Já. að ég bjóð til seðil fyrir mótið Little to win Já. and most 180 Little to win and most 180 litlir Ó er 1,5 bullseye útskot í leiknum Under 40,5 180 í leiknum Báði leikmenn með 2 eða fleiri 100 pluss útskot Það er ekki takt að taka hennar seðil Hann býr hann til hann getur tekið hann eftir og hæsta útskot, það kemur 170 í þessu leik held ég hann hæsta útskot yfir 160,5 þá farið 6,80 ykkur að segja, ertu að hlusta? Þá settum við seðla fyrir mót allir og ég setti eitt sem var búinn til og gaf 400 í stuðul og hann var þannig að litlir myndi vinna mótið Gian van Ven fær í úrslitaleikin Rétt Ryan Searle fær í 8 mann úrslit Nei Jú og Danny Noppert líka og Danny Noppert tapaði fyrir Justin Hutana í ótrúlega leiknum Ertu ekki að grínast í mér? og það ef að Danny Noppert hefði bara unnið þann leik þá held ég væri núna og horfa á 400 í stuð eða litlir myndi vinna í kvöld Það væri spennandi maður en ekki vann með þetta Mike í pílunni Nei, við gerum Nei, það ég ekki hef aldrei gert það Það mun ég aldrei gera En kannski rétt að segja frá því að hjammin það er að klárast, það er 65 konur á 101 Ég er ekki hiss á því Og menn þurfa að vera fljótir, var ekki einhver leikur hérna í hátteginu? Nei, ekki þetta Nei, ekki þannig, en það er ekki mikið eftir Pílan í kvöld Þetta er inn á afþreyingu Það verður geggjað Mætiði snemma Við byrjum 7 Kynntir inn Bolli Már Bjarnason atvinnulaus úr 104 Sæðaðasundinu hann mun kynna menn inn við dundrandi tónlist og lóaklapp og svo verður eitthvað smá umræður og svo förum við í leikin og þetta verður brjálistemning Bullseye 19:00 Let's go Let's go Takk fyrir okkur